Komið þið sæl og velkomin í annan kosningaþátt N4 sem helgaður alþingiskosningunum 29. október næstkomandi. Við á N4 ræðum við þið fulltrúa allra frambúðana sem að þið bjóða fram í norðurkjördæmunum svokölluðu, þar að segja í norðvesturkjördæmi og norðausturkjördæmi. Við ræðum við flokkana í nærri 20 mínútur og vonandi tekst okkur að varpa ljósi á nokkur stefnumál flokkana en við einbeitum okkur sérstaklega að landsbyggðarmálum. Við byrjum á Viðreisn. Þetta eru Gylfi Ólafsson sem að fer fyrir listanum í norðvesturkjördæmi og Benedikt Jóhannesson sem að fer fyrir listanum í norðausturkjördæmi. Verið velkomnir herramenn. Takk fyrir það. Velkomnir. Ég held að við vindum okkur kannski bara beint í byggðamálin. Því fyrsta setningin í stefnuskrá Viðreisnar innanríkismál segir eitthvað á þá leið þjóðin þrífst best með blómlegri byggð. Hvað nú svona átt við með þessu? Hver ykkar stefna í byggðamálum og hvað greinir ykkur kannski að frá öðrum flokkum? Já, ég veit nú ekki hvort það greinir okkur alltaf frá öðrum flokkum en okkar stefna í byggðamálum það að traustir innviðir í byggðum skipti mjög miklu máli og hvað eigum við með traustum innviðum? Það þurfa að vera traustar samgöngur, það þarf að bæta fjarskiptakerfið og það mjög víða í þessum dreifbýliskjördæmum þar sem að menn lenda í skuggum til dæmis með internetþjónustu, með símaþjónustu. Þekkjum það öll bara þegar við erum að aka hér út á vegum að það slitnar. Nú, svo þarf heilbrigðisþjónustan að vera í lagi og síðan kannski í fjórða lagi þá erum við að horfa á það að það þarf að passa það að hér séu framhaldsskólar víða landið. Hvernig tryggir maður þetta að séu framhaldsskólar víða landið og heilbrigðisþjónusta í öllum bæjum svo? Já, sko, með heilbrigðisþjónustuna þá erum við nú hugsum það að það sé gerður samningur þannig að Landspítalinn sjáum það að það sé sérfræðiþjónusta á stöðunum til dæmis. Allir eigi aðgang, reglulegt aðgengi að geðlækni, augnlækni og svo framvegis. Það verður auðvitað, eins og Gylfi hefur miklu meira að vita á heldur en ég, að þá verður auðvitað alltaf sérhæfðari þjónustan verður kannski bara á einum stað á Íslandi. Nú taliði mikið það að setja almannahagsmuni framar sérhagsmunum. Það svona eitt af ykkar slagorðum, ef svo má segja. Nú þarf ofta að beita sértækum aðgerðum til þess að koma til móts við og hjálpa til dæmis brothættum byggðum og slíkt með fjárfestingum í innviðum, jarðgangagerð og fleira. Sjáu þið fyrir ykkur að þið mynduð ekki vilja að ráðast í slíkar framkvæmdir? Höfuðmarkmið að tryggja að innviðirnir séu svipaðir á milli landshluta og að fólk og fyrirtæki hafi stöðugan grundvöll til þess að byggja á. Í ýmsum, þegar kemur að vegabótum þá náttúrulega hvert og eitt verkefni náttúrulega sértæk aðstoð fyrir þá hvert bæjarfélag en það náttúrulega mikilvægt að þetta sé allt skoðað í samhengi og að samgöngubætur séu hugsaðar með langtímamarkmið samfélagsins í huga en þannig að það svo sem skilgreiningaratriði hvað við köllum sértækt og hvað ekki sértækt en Byggðastofnun hefur verið að vinna mjög gott verk í þessum málum og hvað var til dæmis brothættu byggðirnar og gerir ráð fyrir að halda því áfram. Svona framkvæmdir eru þetta oft. Ég tel nú bara að þetta sé ekkert endilega sértækt, það mínir hagsmunir sem hefur búið í Reykjavík mestan hluta af mínu lífi að það sé gott samgöngukerfi alls staðar, að fjarskiptakerfi sé í lagi þar sem ég kem og þar að ekki þá þetta bara góður business vegna þess að við erum að laða að okkur ferðamenn sem að vilja kannski við sjá óspillta náttúru á daginn en á kvöldin þá vilja þau komast í símann sinni eða tölvuna og vera í sambandi við umheiminn. Nú þeir verða að hafa greiðan aðgang að þessum náttúruperlum sem við höfum og svo framvegis. Þannig að ég held nefnilega að innviða uppbygging sé besta fjárfesting sem Ísland getur gert bara yfir höfuð. Tölum aðeins sveitarstjórnarstigið. Viljið þið efla sveitarstjórnarstigið og þá færa einhverja málaflokka frá ríkinu til sveitarfélagana og hvaða málaflokka þá? Já, ég tel að svo sé. Já, það verður að efla sveitarstjórnarstigið og það verður að finna einhverja leiðir til þess að leyfa þeim að vinna betur saman. Við höfum ekki sett fram neina sérstakar stefnu til dæmis að lögfesta lágmarksstærð sveitarfélaga eða eitthvað slíkt. En það almenna reglan að það betra að veita þjónustu nálægt notendunum og þess vegna skynsamlegt að efla sveitarstjórnarstigið. Eru einhverjir sérstakir málaflokkar sem þú sér fyrir þér eða þið sem hægt væri þó að flytja til sveitarfélagana? Ég held að við eigum að horfa kannski á meira í heilbrigðisþjónustunni. Það sem að
Það held ég myndi skipta mjög miklu máli, en það verður auðvitað fjármagnað að fylgja þessu. Okkar svona grundvallarstefna að fólk stýri sér best sjálft, og ég held að sé bara eftir því sem færum valdið nær einstaklingnum, það sé þá í sveitarfélaginu frekar heldur en einhvers staðar á Alþingi í Reykjavík, að þá sé því betur komið. En þetta byggir auðvitað á því að sveitarfélögin bæði hafi fjárhagslegan styrk og séu nægilega stór til þess að geta veitt þessa þjónustu. Sveitarfélögin kvartaði einmitt yfir ekki nægum fjármunum, þú nefndir fjármunina. Gætuð þið hugsað ykkur að gera einhverjar breytingar á þessu fyrirkomulagi, hvernig sveitarfélög fá sína tekjur? Já, það nú kannski hægt að líta til dæmis til gistináttagjaldsins sem hefur verið mikið í umræðunni. Það að vísu ekkert ýkja stór stofn og jafnvel þó hann yrði hækkaður, en það allavega eitt skref í þá átt. En svo þetta náttúrulega bara endalaus og viðvarandi umræða það hvaða tekjustofna sveitarfélögin ætti að fá. Það til dæmis ekki vitlaus hugmynd sem hefur komið fram að hluta virðisaukaskatti ætti að fara til sveitarfélagana, en það hefur svo sem ekki verið tekin formleg stefna hjá flokknum mínum það. En þetta svona stöðu umræða sem náttúrulega eðlilegt að sérstaklega þegar að skuldastaða ríkisins hefur batnað svona mikið að það sé litið til skuldastöðu sveitarfélagana. Áður við höldum lengra, þá erum við hér með spjöld fyrir framan ykkur. Þetta eru hraðaspurningar sem við byggjum ykkur að svara, og við skulum fara í hraðaspurningar. Fyrsta spurningin munt þú beita þér fyrir því að ríkið finni leiðir til þess að niðurgreiða innanlandsflug? Munt þú beita þér fyrir fækkun sveitarfélaga á Íslandi? Já, ég held ég verð að segja það. Telur þú að allir Íslendingar eigi að hafa jafnt aðgengi að heilbrigðisþjónustu? Munt þú beita þér fyrir því að orka sé nýtt einungis á því svæði sem hún framleidd? Vilt þú að sveitarstjórnir hafi óskorað ákvörðunarvald í skipulagsmálum? Ekki óskorað. Munt þú beita þér fyrir því að fjölgun ferðamanna verði dreifðari allt land? Munt þú beita þér fyrir því að háhraðatenging sé möguleg hjá öllum íbúum landsins? Á flugvöllun að vera áfram í Vatnsmýrinni? Það nú, hann þarf bara já, akkurat. Ég segi þá nei. Telur þú að hækka þurfi styrki til landbúnaðar á Íslandi? Á atkvæða vægi að vera jafnt á milli allra landshluta? Munt þú beita þér fyrir eflingu háskóla utan höfuðborgarsvæðisins? Og síðasta spurningin, telur þú að breyta þurfi kvótakerfinu í grundvallaratriðum? Já, þetta var áhugavert. Þið voru bara nokkuð brattir í þessu. Þið voru báðir sammála því hérna í byrjun að fækka þyrfti sveitarfélög. Hvers vegna þurfa að fækka sveitarfélög? Já, sko, hugmyndi mín að það sé að stærri sveitarfélög séu betri og burðugri einingar til þess að veita það þjónustu sem að sveitarfélögin hafa á sínum herðum. Svo það náttúrulega spurning hversu mikið Alþingi getur hlutast til það að sveitarfélög sameinist. En ekki alltaf hætta á að stóru sveitarfélög éti upp þau litlu? Jú, það alltaf hætta, og það ástæðan fyrir því að mörg sveitarfélög hafa hafnað því að sameinast. En ég held að það hljóta að vera til ýmsar leiðir til þess að hagsmunir beggja eða allra fari saman, og svo nú mörg dæmi það að litlu bæirnir hafi hagnast á því og fengi betri þjónustu við það að sameinast. Og sérstaklega þetta ef við erum að færa verkefni til sveitarfélagana, þá verður þetta bara að gerast. En það alveg eins og Gylfi segir, það kannski takmark sem ríki getur gert til þess að þvinga sveitarfélög til þess að sameinast. Sjálf hér eru blómleg sveitarfélög bara við Eyjafjarðarsvæðið, þó að sé hér sterkt sveitarfélag sem Akureyri. Já. Nú, Gylfi, þú sagðir að þú vildir að sveitarfélög hefðu ekki óskorað vald í skipulagsmálum, var það ekki rétt hjá mér? Og ég sagði já við því, og svo voru þið svona svolítið tvístiga með flugvöllin, þetta sé nú kannski tengt mála einhverju leyti allavega. Hvernig nú hafið þið talað fyrir því að flugvöllurinn, að hann þurfi að fara? Ég hef heyrt einhvern veginn Viðreisn tala það allavega. Jú, sko, fólk hefur talað með ýmsum hætti það, en okkar stefna í flugvallamálinu svo að flugvöllurinn í Vatnsmýri verði það sem hann þangað til menn finna aðra lausn á aðgengi að höfuðborgarsvæðinu, og það var nú þess vegna sem að ég sagði það ekki mitt hjartans mál að verði akkurat það sem hann núna. Ég held að stóra málið sé
þetta að við tryggjum það að það séu samgöngur alltaf við höfuðborgarsvæðið og meðan menn finna ekki aðra lausn að þá Vatnsmýrin það sem við höfum og hugsum þetta aðeins. Árið 2003 þá þessi atkvæðagreiðsla í Reykjavík þar sem naumlega samþykkt að völlurinn fari og skulum ekki ræða dítela á því. Alla þann tíma síðan engin önnur lausn komin, menn bara að rífast þetta sko. Og þetta bara dæmi svona hennar röngu nálgun í stjórnmálum samtímans, í staðinn fyrir að leita að lausn, reyna að finna einhverja aðra leið og byrja á henni, afgreiða málið, þá þetta sett upp sem baráttumál landsbyggðin gegn höfuðborgarsvæðinu, þegar báðir hafa kannski bara mikið til síns máls, gæti alveg talað saman. Og við skulum ekki gleyma því að það ekkert mjög langt þangað til að það á bara að loka Reykjavíkurflugvelli samkvæmt aðalskipulagi Reykjavíkur og það held ég sé stóra málið núna, gæta þess að þessi flugvöllur verði opinn meðan ekki aðra leiðir. Það nefnilega málið, það verið að fara að lokunum. Ef þið komist í ríkisstjórn, hvaða leiðum ætlið þið að beita til þess að tryggja, já, að hann verði opinn núna þangað til að önnur lausn fundin? Það verður að ræða við Reykjavíkurborg, það alveg augljóst og það bara verður að gerast og það alveg sama, sko, menn alltaf að reyna að fara gegn lögum og reglum. Ég segi þetta bara fólk sem að hætta að tala við, þetta bara venjulegt fólk sem þarna og ég held við höfum ekki að gefa okkur það fyrirfram að niðurstaðan verði neikvæð. Þið viljið báðir jafna atkvæðavægið eins og fyrirkomulagið núna. Þetta myndi væntanlega þýða það að það eru þá að tala að landið yrði eitt kjördæmi en þetta myndi þýða það að til dæmis þingmenn norðvesturkjördæmis að þeim myndi fækka og líka norðausturkjördæmis. Já. Sko, það sem ég sé í þessu, því nú ég búinn að ferðast allt kjördæmið og það sem ég held að skipti mestu máli og bara fyrir alla íbúana að þingmennirnir séu nálægt kjósendum, að þeir líti á sig sem fulltrúa kjósenda. Nú ég búinn að fara á kveðstæðin á fætur öðrum og menn segja, já, þú kemur nú hingað núna sko, en eftir kosningar þá munt ekki sjást, vegna þess að hér sést aldrei þingmaður. Það ekki á öllum stöðum sem ég fæ þetta, en víða fæ ég það, menn nánast hérna í tjaldi út á túni hjá mér fyrir kosningar en svo ekki með. Þarna þurfum við að breyta þessu. Ég þeirra skoðunar að það geti verið skynsamlegt að minnka frekar kjördæmin aftur, breyta þeim nær þeirri skipan sem var áður heldur en að kjördæmaskipunum var breytt fyrir tæplega 20 árum og menn verði þá ákveðið þingmenn sinna svæða. Það sé einhver rödd frá hverju svæði sig. Við erum núna með norðausturkjördæmi sem 38% af flatarmáli landsins. Norðvesturkjördæmi líka mjög víðfeðmt og ólíkir hagsmunir sem eru þarna. Þetta væri betra að kjördæmi væru minni og þingmennir væru fulltrúar kjördæmanna en við tryggðum þetta með öðrum hætti þetta jafnræði. Ertu að tala um að fara einhvers konar einmenningskjördæmi eða svoleiðis? Nei, ekki endilega einmenningskjördæmi en bara minni kjördæmi heldur en núna, þannig að menn geti sinnt þeim betur og svo megum við ekki gleyma því, menn geta haft þingmenn fyrir kjördæmi en þeir náttúrulega lítið svirði þeir mæta ekki einu sinni í þingið. Sko, við erum snúið að tala fyrir því að það verði farið í heildarendurskoðun á stjórnarskránni og að verði sett upp áætlun til kannski 2 eða 3 kjörtímabila til þess að skoða það og jöfnun atkvæðisréttar hlýtur að vera eitt af þeim málum sem þarf að fara yfir í því samhengi og skoða mjög vel hvernig. En hvað kemur þá á móti? Það að færa valdið til sveitarfélagana, færa valdið nær fólkinu. Það grundvallaratriði. Það ekki að löggjafarsamkoman sé skipuð með hætti sem ekki alveg jöfn, heldur það að fólki ráði sér sem mest sjálft. Það finnst mér vera grundvallaratriði og rauði þráðurinn í okkar stefnu. Það oft á tíðum sagt að Viðreisn sé ESB-flokkur, þið vilji ganga í Evrópusambandi, þið talið þjóðaratkvæðagreiðslu, en í þjóðaratkvæðagreiðslu myndi þá flokkurinn mæla með því, eða tala fyrir því að Ísland gangi í ESB? Sko, við allavega byrjum á því að leggja fram þjóðaratkvæðagreiðslu sem að núverandi stjórnarflokkar svika okkur Ég mun mæla fyrir því að umræðunum eða viðræðunum verði haldið áfram. Hvað sagði flokkurinn þetta? Var flokkurinn Jú, sko, ég held að það sé engin vafi að langflestir okkar frambjóðenda vilja ljúka þessu og sjá hvaða
samningar koma, hvernig samningarnir verða og þetta nú bara ekki róttækari stefna samt en svo að báðir núverandi stjórnarflokkar lofuðu þessu fyrir síðustu kosningar og svikuðu það síðan báðir. Og ég heyri á fjöldamanns af því að hér nú margir sem eru skeptískir á Evrópusambandsaðild sem eru samt sem áður mjög svekktir yfir að þetta sem var þeirra stærsta loforð fyrir kosningar hafi verið svikið vegna þess að það voru margir sem að ég ætlaði bara að segja nei að þá var ég búin að ganga frá málinu. En bara svona í nokkrum orðum... Þetta það stór ákvörðun að fólkið á að fá að ráða þessu. En í nokkrum orðum, hvað myndi það þýða þá fyrir landsbyggðina ef við gengjum í ESB? ESB með mjög góða byggðastefnu og ýmsa aðra þætti sem eru afar hagfellir að vera innan Evrópusambandsins vegna. En ekki síður það að til dæmis stórir útflutningsatvinnuvegir sem eru mikið til á landsbyggðinni, þeir myndu hagnast mjög mikið á því að hafa stöðugra verðlag og lægri vexti. Til dæmis núna sjávarútvegurinn að kvarta yfir því að gengi sé að styrkjast of, ferðaþjónusta kvartar yfir því líka. Svona gengisveiflur minnka þegar evran eða annar erlendur gjaldmiðill tekin upp og það til dæmis einn af stóru kostunum sem við sjáum við Evrópusambandið. Og ég held það til dæmis vinir mínir í útgerðinni, ég hef sagt við af hverju studdu okkur ekki ganga í Evrópusambandið þegar evran var í 160 krónum sko. Þá væri þeirra hagur miklu betri heldur en núna, nú það að fara undir 130. Þannig að þetta ekkert alveg einhliða kostir eða gallar, og svo megum við ekki gleyma því að við erum náttúrulega í Evrópusambandinu, við erum að taka upp mesta þeirra löggjöf nema á ákveðnum þröngum sviðum. Og í gjaldmiðilsmálinu þá það okkur alveg híklust til framdráttar vegna þess að þá myndu vextirnir lækka og verðlag að vera stöðugra. Við erum að fá örstutt aðeins landbúnaðarmálin. Þau sögðust ekki vilja hækka styrki til landbúnaðarins. Hvernig getum við tryggt það að það sé blómleg byggð eins og þið nefndu að það sé búið í sveitum og að bændur geti lifa sómasamlegu lífi á sinni grein? Sko ef að markmiðið að bændur búi í sveitum að þá hljótum við að reyna að búa til kerfi sem að ræðst að því markmiði. Og núna það þannig að það verið að veita framleiðslustyrki. Það væri mögulega skynsamlegt og við höfum verið að tala fyrir því að vera þá freka með búsetustyrki ef að það markmiðið. Og ég held að þetta nýta fjármunina mun betur. Núna það þannig að frá bændum eða framleiðendum og til neytenda alveg svakalega löng leið. Það rosalega mikla krókaleiðir í gegnum búvörusamninga og kvótakerfi og afurðastöðvar sem að sumar eru undanþegnar samkeppnislögum og það verður að stytta þessa leið og það meðal annars hægt að gera með því að hætta framleiðslustyrkjum beinum og breyta þeim í búsetustyrki svo að bændur geti framleitt það sem að neytendur óska eftir og svara betur því kalli. Og við teljum að þetta sé fyllilega gerlegt og Evrópusambandið hefur verið að nota þessar leiðir og Noregur og fleiri lönd og það ýmislegt hægt að læra af því og byggja á til þess að bæta kerfið ekki bara fyrir skattgreiðendur, ekki bara fyrir neytendur heldur að sjálfsögðu fyrir bændur og í aðalatriðum fyrir bændur. Og þetta bara passa líka við það, menn ráða sér sjálfur og þá gera það sem skynsamlegast. Það sé ekki einhver ráðuneytisstjóri í Reykjavík sem segir þú átt að vera í sauðfjárrækt, þú átt að vera í mjólkurframleiðslu. Ef við svona aðeins vindum okkur kvæði kross og förum að setja punktinn, þið viljið fara á þing, sitja á Alþingi, ef við bara ímyndum okkur að þið séuð í atvinnuviðtali, þið eru í raun og veru að sækja vinnu, hvers vegna á ég að ráða þig í vinnu? Vegna þess að ég velmenntaður, ég með hjartað á réttum stað og vil að ég fái til þessu umboð til þess að tryggja það að það geti vaxið blómleg byggð allt land og haldi áfram að vera fjölbreytt og góð. Ég held að við eigum að horfa á það að það kyrrstaða í hinum dreifðu byggðum landsins, það búið að vera kyrrstaða í kerfinu, við viljum fara í róttækar kerfisbreytingar sem við teljum að muni gagnast landsbyggðinni ekki síst og ég held að við séum eini flokkurinn sem að tryggi það að menn fari upp úr hjólförunum og geti farið blásið til nýrrar sóknar. Þannig að þess vegna eiga menn að styðja Viðreisn. Flott. Takk kærlega fyrir þetta, herramenn. Við skellum okkur í smá hlé og komum hér aftur eftir skammarstund með frambjóðendur frá Samfylkingunni.